Komið í sæl, ég heiti Unnu Valdís og hönnuður flothettunnar. Ég vinn við hönnun og þróun á vörum tengdum vatnaveljan, jafnframt því að starfa við vatns- og flotmeðferðir fyrirtækis míns, Flothettu. Ísland land vatnsauðlegðar og hér njótum við þeirra forréttinda að hafa greiðan aðgang að heitum laugum allan ársins hring. Sundlaugar okkar eru frábær staður til að næra líkama og anda, sundsbrettir, leikir og busl, heitir og kaldir pottar. Fátt meira íslenskt en nærandi samvera og baðfötunum einum saman. Sama hvernig viðrar og sundlega menning okkar rótgróin hluti af lífi þjóðarinnar. Mig langar að kynna fyrir ykkur hið sér íslenska flot og heilsufarslegan ávinning þess að stunda flotslökun reglulega. Floti hefur síðastliðin ár flætt fallega inn í baðmenningu þjóðarinnar, en flot einföld en afar áhrifarík leið til að nota allt þetta dýrmæta vatn okkar til að auka enn fremur á heilsu og næringaríkar upplifanir í vatninu. Flot og hugtaki flotslökun verður til og byrjar að þróast á Íslandi 2012, samhliða því þegar hönnunarverkefnið Flotetta leit dagsins ljós. Flotettan var hönnuð með það í huga að veita höfðinu stuðning í flotslökun sem leið fyrir einstaklinga að njóta slökunar í vatni. Seinna meir átti eftir að þróast fleiri flotstuðningsvörur til að styðja líkamann í floti. Fljótlega var mikill áhugi hjá sundelskandi Íslendingum á þessari nýju hönnun sem var til þess að skapa menningu í kringum hana. Fyrirbæri eins og samflot urðu til þar sem að fólk kemur saman í vatninu til að njóta slökunar. Seinna meir var til flotmeðferð sem flotslökun með meðhöndlun og nutti. Þannig hefur flotið hægt og rólega drift sér út í samfélagið sem einföld en afar áhrifarík leið til að njóta slökunar og veljiðunar í vatni. Það nefnilega svo ótrúlegt hvað það eitt að sleppa tökunum og leyfa sér að fljóta getur verið áhrifarík og virk leið til að öðlast djúpa slökun og örva heilbrigðan boðefnabúskap líkamanns, styrkja ónæmiskerfið, draga úr verkjum og bólgum svo fátt eitt sé nefnt. Það að gefa sér leyfi til að stíga inn í frelsistilfinninguna sem að fylgir því að sleppa takinu á allri spennu og svífa inn í léttleika þyngdarleysisins, umlukin vatninu frábær leið til að koma okkur hratt inn í nærandi slökunar og hugleiðslega ástand. En af hverju flot svona gott fyrir líkama og sál? Slökun í þyngdarleysi vatnsins þegar líkaminn hvílir í algerri kyrrð, studdur af góðum flotstuðningi í kjör hitastigi, að öllum líkindum bestu mögulegu aðstæður til að njóta áreynslu lausrar og djúprar slökunar. Fyrst og fremst það ávinningurinn að því að dvelja í þyngdarleysi vatnsins. Vatnið hefur þann eiginleika að kyrra hug okkar og ferja okkur djúpt aftur í tilfinninguna þegar við dvöldum í öryggi í móðurkvið. Þegar þyngdaraflinu sleppir frelsast þeir hlutar líkamann sem að bera mesta þungan og hryggurinn fær að hvíla áreynslulaust í léttleika vatnsins. Það slaknar á öllum vöðvum og liðum á sama tíma og blóðflæði til líkamanns eykst. Þannig fer líkaminn mjúklega inn í ótrúlega gott viðgerðarástand. Laus við allt áreiti, fær hann frið til að laga þess að þarf að laga og áhrifarík endurheimt líkama og taugakerfis á sér stað. Flotið gríðarlega öflugt verkfæri til að auka andlegt heilbrigði og næra taugakerfið okkar. Streituvaldandi efni líkt á adrenalín og kortisol víkja fyrir veljiðina hormónum eins og endorfíni og verkjastillandi beta-endorfíni. Þessi mjúka, einfalda aðferð virðist vera eins og áhrifaríkasta til að koma fólki hratt og örugglega í hugleiðslega ástand, alveg óháð fyrri reynslu og bakgrunni í hugleiðslu iðkun. NASA hefur rannsakað mikið áhrif þyngdarleysis á fólk. Þær rannsóknir eru afar áhugaverðar og sýna hversu hröð umskipti verða á heilastarfsemi þess sem flýtur. Hvernig við ferðumst tiltölulega hratt úr vöku ástandi beta heilabylgjusviðsins yfir á hið ómótstæðilega þeta heilabylgjusvið. En það hið notalega ástand sem skapast rétt áður en við svífum inn í svefnin þegar algjör ró færist yfir okkur. Við getum líka þekkt þessa tilfinningu milli svefns og vöku á því að stundum kippist fólk við sem stafar á öllum líkindum af því
að ákveðin spennuþröskuldur rofnar. Þeta heilabylgjur merkja samkvæmt mælingum að lítil rafvirkni í heila. Það sem þó öllu forvitnilegra að þeta heilabylgjur mælast gjarnan í vöku ástandi munka sem eiga margra ára hugleiðslu þjálfun að baki. Í þeta ástandi líkt og við öðlumst skýra mynd af öllu í kringum okkur og áreynslulaus skipulagsvinna getur átt sér stað. Það þess vegna líka sem oft talað flot sem frábæra leið til að virkja sköpunarkraftin og vinna að lausn vandamála. Það vill nefnilega oft verða svo að í þessu djúpa ástandi þar sem við komumst í snertingu við undirmeðvitundina okkar, að þá vitrast okkur gjarnan lausnir og nýja nálganir í að vinna með áskoranir í lífinu. Mig langar að fara yfir helstu ávinninga þess að stunda flot reglulega. Númer 1. Flot dregur úr almennri streitu. Við þurfum alltaf að vera á tánum með að verja okkur fyrir skaðlegum áhrifum streitunar. En hún vill stundum taka yfir líf okkar og varnir okkar eru misgóðar. 30-45 mínútna flotslökun getur gert kraftaverk fyrir oförvað og tætt taugakerfi og hjálpað okkur að finna aftur æskilegt jafnvægi. Flot eykur sköpunarkraft og einbeitingu. Flot sem að ferjar okkur reglulega yfir í djúpt slökunarástand og gefur taugakerfinu mikilvæga hvíld, hjálpar okkur að halda fókus og skapandi og lausnamiðuðu hugafari í daglegu lífi. Og svo það svefnin, lengri og betri svefn. Þetta svo endurgjöf sem flestir nefna eftir flot, lengri og betri svefn. Fólk dvelur gjarnan lengur í djúpsvefni og talar betri gæði á svefninum eftir gott flot. Í dag erum við vel meðvituð mikilvægi svefns á góða heilsu og það því til mikils að vinna ef við getum bætt hann. Flot líkt og öll slökun styrkir ónæmiskerfið. Með því að stunda reglulega slökun og vinda af sér neikvæðum áhrifum streitu eru varnir líkamann styrktar til muna. Fljótandi slökun losar mjólkursýru úr vöðvum sem gerir það að verkum að flot sérstaklega góð endurheimt fyrir íþróttafólk. Flot virkar verkjastillandi og því afar gagnlegt sem árangursrík hvíld frá verkjum. Flot virkar verkjastillandi og því afar gagnlegt sem árangursrík hvíld frá verkjum. Í flotslökun eykst framleiðsla á vellíðunarhormónum og þar með talið beta-endorfíni sem verkjastillandi. Verkjalosandi áhrif geta varið í 2-3 daga eftir flot og skila sér í bættum svefni og hvíld. Ein leið til að auka ennfremur á verkjalosandi hluta flotsins að nota vatnateppið. Þegar teppið hefur verið bleikt og lagt yfir líkamann, þá hefur það sömu eiginleika og þyngdarteppið. Teppið örvar slökunaráhrifin á sama tíma og það slekkur á efsta lagi taugamóttakar okkar og þannig dregur það úr verkjaskynjun okkar. Flot og notkun á vatnateppinu hefur gagnast fólki með vefjagigt einstaklega vel. Flot getur dregið úr þunglindi og kvíða. Miklar rannsóknir hafa átt sér stað síðastliðin ár á Lorentz heilavísindastofnuninni í Bandaríkjunum þar sem þeim hefur tekist að mæla með heilaskönnum hvernig 90 mínútna flot virðist ná að aftengja kvíðastöð heilans og slökkva á fight and flight viðbrögðum í heilanum. Flot kærkomin hvíld frá áreiti. Frá því að við vaknum á morgnana eru skinnfæri okkar undir stöðu og áreiti. Því það einmitt svo kærkomið að stunda flotslökun þar sem að áreitið nánast ekkert. Það hægt að auka ennfremur á hvíld skinnfærna með að notast við flothettu aughvíluna, sem eykur enn til muna á slökunaráhrif. Aughvílan með þyngd og myndar léttan þrýsting á augsvæði sem að örvar slökun og melatonin framleiðslu líkamanns. Fyrir hverja eiginlega flot? Floti fyrir alla þá sem að sækjast eftir almennri streitulósun eða vilja dýpka hugleiðsluiðkun sína. Floti frábært fyrir þá sem vinna álagsvinnu og þurfa að huga vel að hvíld og góðri endurheimt. Floti frábært fyrir barnsafandi konur, fallið speglum við barni í móðukvið og sérstaklega mikilvæg slökun á síðasta hluta meðgangunar. Fólk sem að glíma í verki en vatni og góð slökun gefur tímabundna hvíld frá verkjum. Það góða við flot að allir geta stunda það, óháð aldri og líkamlegri getu.
Hins vegar vil ég nefna það að börn og fólk með fötlun eða sérþarfir á alltaf að stunda flot í umsjón reyndra flotterapista sem hafa þekkingu á ólíkum þörfum fólks og reynslu í utanamaldi flotslökunar. Ég hvet ykkur til að prófa ykkur áfram. Þið getið mætt í skipulegu samflot eða flotmeðferðir. Verið hugurökk og notið okkar frábæri sundlugar og rólegri tímum dags fyrir flot. Barna og vaðlugar eru með ákjósanlegt hitastig fyrir gott flot. Svo eru það þeir sem að búa svo vel að eiga heita potta og geta breytið með fyrirdags flotlög. Að endingu vil ég nefna að það er náttúrulega ekkert sem að jafnast á við flot í fallegri náttúrulög undir berum himni. Ímyndaði þér að njóta norðurljósa eða stara upp í stjörnunar meðan flotið er í hlýrri laug. Himnesk upplifun sem ég vona sem flestir fáið tækifæri til að upplifa. Við skulum hafa það í huga að djúpa upplifun eða það sem að hreyfi við okkur og fær hjartað til að slá ögn er ekki síður heilsubætandi en allir heimsins safakúrar og slökunar aðferð.